Birgir feginn að sjá því, það allt lokað og læst hérna. Já, hér lokar allt klukkan 4. Og hvað á maður þá að gera? Slasa sig fyrir 4. En getur ekki hjálpað mér fyrst þú ert komin hérna? Nei, ég ekkert á vakt lengur, ég glemdi bara að setja upp skiltið. Já, góðan dag. Ég ætla að fá tíma hjá lækni. Hvað lækni? Ég veit það ekki, hver er á vakt? Það er Ólafur. Nei, býtu, var í gær. Það er heitir hann. Bjarni, já. Já, nei, hann er hættur. Það veist, ég var ekki hugmyndu hvað hann heitir, sko. Fáðu bara sæti og ég kalla bara í þig. Finn bara eitthvað tíma að það. Já. Sæl. Fáðu sæti. Hvað segirðu? Hvað get ég eiginlega gert fyrir þig? Já, ég er bara eitthvað svo máttlaus öllsamvel og svo er ég svo með svona suð fyrir eyrunum. Já, við ekki bara að líta á þetta. Jú. Já, en þá skulum við líta á þetta. Hvar er læknirinn sem var hérna áðan? Hann er hættur. Ég hættur ekki. Þú ert með kvef. Ha? Og ég panta tíma hjá heyrnarlækni líka. Sæl og sæl. Sæl. Fáðu sæti. Takk fyrir. Hvað segirðu? Hvað get ég gert fyrir þig? Ég veit nú ekki hvernig er best að lýsa þessu. Þetta er á svona frekar leiðilegum stað. Það fór í verra. Já, ég veit ekki hvað djöfull er í gangi. Ég fann fyrir þessu í gærkvöldi og þegar ég vaknaði í morgun og fór á klósettið þá fylgdi svo alveg hræðilegu verkir. Herðu, við skulum kíkja á þetta. Beygðu þið bara þarna. Það enga ákveð, bara beygðu þið svona þessulega. Þetta verður sko allt í lagi, sko. Hvað varstu eiginlega að éta í gærkvöldi? Heyrðu, ég er bara ekkert lagast á þessu kvefi. Við skulum þá finna tíma fyrir því okkur. Og hver er á vakt í dag? Svo miklu einfaldara en það áður fyrr. Já. Nei, hæ. Á bara að hreyfa sig á nýja ára og svona. Því nokkuð annað, í heilsveiflandi samfélagi. Er eitthvað spennandi í boði? Jú, heyrðu, hún Svetlana, hún er með hérna Zumba akkurat núna. Frábært. Ég fór í síðasta tíma til hennar og það var bara stappað. Gekkja, Og er þetta gaman? Gerum það alltaf? Já. Ok. Jay Perry, featuring Shabba.
Heyrðu, veistu, þetta súmbadæmi, það er bara ekki alveg að gerast. Nei, ég er sammála því. Allir þessi svaði og sérðu mig í andæðinu. Já. Nei, sko, lappirnar, þær fara bara út á suður og ég er að snúa mig og ég bara get ekki staðið í þessu. Ég líka vissum að þetta er ekki gott fyrir baki. Ég hef ekki trúað þér, sko. Nei, ég held að vera miklu nær að fara bara í jóga. Já, það er snill. Er ekki jóga einhvers staðar inni? Heyrðu, jú, það er í Slakka og mér skilst að það sé alltaf stútfullt af fólki. Passi? Já. Heldur sé kannski pláss fyrir okkur? Tékkum á því. Rosalega var ég til hérna. Já. Veistu hver er með þetta? Nei. Nei, ekki heldur. En skellum okkur bara, við kíkjum á þetta. Gerum það. Það er bara hlaupið. Það er aldrei smettnaðurinn. Hello. Are you Uganda? Hey. How do you like Iceland? Allir sammála, þetta virkar ekki? Það virkar ekki? Jú, það virkar hörglega, sko. Já, það verður vera með rífandi áhuga með almenning sem að færa blóðið. Mér að segja, Sveinn Sæland er rosalega jákvæður fyrir þessu. En varðandi styrktaraðila, þurfum við ekki styrki til að fara út í þetta? Jú, það er viðbúið, sko. Og ég veit svo sem ekki hvaða vöru við höfum í höndunum og hvaða konseptið er með þessu. Sko, það er náttúrulega það. Þá erum við náttúrulega með miklu stærri húsnæði. Fleiri komast að. Og þá þarf enginn að sitja fram í andirinu. Já, enginn í andirinu. Já, Steini í Biskverk, hann hlýtur að styðja það. Já. En Kobbi, þarft þú ekki aðtúa með aðstæður hérna upp frá? Já, þetta er svona ekki best að mæta með málbandið þarna upp í íþróttahús og mæla þetta út allavega og sjá hvernig þetta kemur út. Það er mjög góð hugmynd, sko. Fara bara upp undir og tala við liðið á skrifstofunni og athuga hvernig þið líst á þetta. Þetta verður ekkert mál. Söð. Já, blessaður. Heyrðu, ég á fundi hérna með Helga út af flutningi á Þorrablótinu. Já. Já, Helgi. Heyrðu, hann Jakob er kominn eitthvað til að ræða við þig flutninginn á Þorrablótinu. Áttu vona á honum? Já, ok. Heyrðu, þú má bara fara inn, hún áttu vona þér. Takk. Sæll Helgi. Blessaður. Heyrðu, ég hef búinn að vera að skoða og ræða þessi máli í sambandi með flutning á blótinu. Já, skoða og ræða. Það er alltaf sama saga með ykkur þetta niður frá. Þið eru með þessa hindufrykju og tilætluna simi. Við vorum nú að velta fyrir okkur hvort að þetta er ekki bara betra. Já, velta fyrir ykkur að eyðileggja Þorrablótið. Við leggjum okkur í Líma daghvert til að þóknast ykkur. Það er nýbúið að bæta heilum 2 serjum í jólaskreytingunni gegnum hverfið. Samt komið og byggjum meira. Er ekkert réttlæti? Já, það er mjög þröngt okkur hérna í Aratungu. Já, það er að því á 4 ára fresti komið þið kjagandi út úr skóginum og fjölmið á blótið. Hvers eiga þá sveitungar okkar að gjalda? Já, kannski er þetta bara betra fyrir alla. Þetta er ekki betra fyrir neinn, nema kannski hugsanlega viðgerðarsjóðinn hjá Skálholtskirkju. Já, við viljum bara gera svona tilraun með þetta. Tilraun? Svona tilraunablót? Og þá bara túnamenn að vera bara tilraunadýr? Já, nokkri kostir. Kostir? Frá mínum bæjardyrum séð hefur þessi draumar og hugmynd enga kosti, bara galla. Já, þú segir það. Já, ég segi það. Nú ætla ég að biðja þig hvort þú getur komið hér út og þú getur skilað til þessar apakatta sem eru með þér í sókninni að þetta haldi áfram að verða svona
þá bara verða enga jólaskreytingar í Laugarási næsta ári. Ertu blessaður? Blessaður. Míra heimtuðu frekjan í þessu liði þarna niður frá. Margeir og Brú er í símanum. Hann vill láta færa. Hvað er þetta? Er heimurinn genginn af vitinu? Já, blessaður Margeir. Blessaður. Já, það má vissulega skoða að fara að færa blótið. Það er náttúrulega orðið ansið þröngt fólk í Aratungu að gera tilraunir á þetta svona einu sinni allavega. Ég meina, það er ekki búin að leysa þetta vandamál. Djöfulinn er þetta að tala um. Það þarf að færa vatnsbólið. Ha? Hvaða ból? Vatnsbólið fyrir biskupstungumaður. Það lendir undir virkjuninni á mér. Já, vatnsbólið. Herru, það er ekkert mál að færa svoleiðis til. Það er bara pennastrikk og ekkert annað. Margir minn. Svo eru 2 kettlingar fyrir mig líka. Það þarf að færa þær. Við viljum franskbrauð! Við viljum franskbrauð! Við viljum franskbrauð! Já, það verður nú ekki heldur vandamál, Margir minn. Við sköffum bara íbúð fyrir þér í Bergholti og já, þú reddar rafmagni á bílana þeirra og þá er þetta allt í góðu. Við skulum vona það. Já, þá ættu þér líka að fara að halda kjafti bara. Já, við skulum vona það. Er nokkuð fleira sem ég get fært fyrir þig, Margir minn? Nei, ekki billi. Ljómandi gott. Laugarásbúar kvöddu árið 2018 með hefðbundum hætti við brennuhól og að þessu sinni brann bálkösturinn sem aldrei fyrr, enda nokkra ára byrðir brenndar. Glæsileg flugeldasýning björgunarsveitarinnar dró síðan athyglina frá brennunni, þar sem lýsti upp norðurhimininn í fjarska. Að þeirri skemmtilokinni tók síðan við flugeldasýning kvöldsins og það var gerður að henni góður rómur að vanda. Hún setti punktinn aftan við skemmtilega stund og brennugastir tóku að tíja sig heim í skaupið. Voru að horfa ákveðin? Já, ég læt að sko heyra það. Það er mitt. Góðan og blessaðan daginn, Helgi minn. Já, góður sæl og blessur. Fáðu þér sæti. Hvað segirðu? Hvað get ég gert fyrir þig? Já, það er nú svo sem engin ósköp. Við vildum lýsa þér áhyggjum okkar að framvinda mála. Nei, bara svona aðeins að ræða málin. Við erum aðeins uggandi við blessuðum litlu börnunum. Þeim líður nú vel núna. Þeir eru komin hérna í Bergholtið. Þau hafa sko allt til alls. Blessuð börnin, engar áhyggjur af þeim. Já, nei, ég veit að þau hafa allt til alls en Bergholtið og komið þangað. Jú, það er bara við eldra fólki sem að það er bara nú gott að hafa smá aðdröp. Þið eru sko þolinmóðasta fólk og þetta ástand líður hjá. Hvað gerum við nú ekki fyrir litlu kríl? Hvað segirðu smá kaffi? Svona bara svart og sykurlaust, það er ekki mjólkin er búinn og kokkurinn ennþá eftir að læra svo sem á svona pöntunarkerfi hjá okkur. Hvernig gekk? Svart og sykurlaust. Já. Echo starters across the room, trembling noises that come. Páll, hefur verið einhver óánægja með lýsinguna hérna á brúnni? Óánægja? Nei, aldeilis ekki. Hér er allt í gúddi bara og allir kátir. Fréttastofunni barst þetta í morgun frá einhverjum sem kallar sig Hamar H+B. Hvernig getur útskýrt þetta? Allt í lagi, allt í lagi. Við máluðum yfir þetta í gærkvöldi og því að við vitum alveg hverju það eru sem tilheyra þessum klúbbi H+B. Og hverjir eru það? Já, ef ég færi ljóstara því upp þá er ég nú ansið hræddur að okkur er ekki vært hérna mikið lengur. En það get ég sagt þér að þarna erum að ræða afar valdamikla einstaklinga sem hafa góð sambönd, ekki síst við skrautljósasmiði. Þessir aðilar, þeir eru afar ósáttir við brúarhúsin hjá okkur og þeim finnst að þau skyggi á skrautlýsingarnar sínar á staurunum. Og þeir hafa meira að segja gengið svo langt núna að bæta við
ljósum, skrautljósum á 2 staura. Alveg yfirgengilegt. Já, það er sem sagt harka í málinu. Já, það má eiginlega segja það. Og eins og þú sér hérna bara fyrir aftan okkur að þetta er dæmi skemmdarverkin sem verður að vinna. Það logar bara á annarri ljósakjöðinni. Og ætlið að gera eitthvað í þessu? Nei. Já, og nú voru við búin að slökkva á hinum líka. Þetta er með ólíkindum. Echo starters across the room. Gert hefur verið átak í fjarskiptamálum á afréttinum svo að fjallmenn séu ekki sambandslausir svo dögum skiptir við smölun og drykkju. Fyrirgefðu, má ég trufla þig? Bíddu aðeins. Hvað er að frétta? Þetta er allt annað líf síðan ljósleiðurinn kom. Ég snappaði alltaf því ég sá kind og ég snappaði meiri segja Mórans, Brynjas og Heiði. Svo setti ég þetta á Facebook og Instagram og tísti því líka á Twitter. En hvernig hefur smalast? Hvernig eru heimtur? Býtu. Nei. Það smalast. Það veit ég ekkert um. Ég snappaði svo mikið og var ekki með á repeat. Það er ekki nema einhver hafi screenshotað það. Annars veit ég ekkert um þetta. Þetta er nú meiri munurinn. Twitter tíst, Facebook, Snapchat og sjáðu ég skal sýna þér. Og svo er ég komið Trello hérna, sjáðu. Ég get sagt þér það að þetta er betra en jólin. Svo verðum við að hafa minnstakosti einn karlmann í kvenmannsfund. Já, ekki spurning. Það verður að vera. Finnst þér það ekki, Benni? Nei, mér finnst það ekki. Sko, þetta er ánotað. Karlmaður í kvenmannsfötum með hárkollu. Þetta þótti fyndið 1970, en það þykir ekki fyndið í dag. Mér finnst það alltaf virka. Virkar og virkar. Þetta virkar ekki fyrir mig. Svona nú, ég finnst þetta allt í að fyndið. Já, mér líka. Já, ég tek enga þátt í þessu og ég vissi það að þið fáið ekki nokkurn mann í þetta hlutverk, ef að hlutverk skildi kalla. Svona nú, ég er alveg vissum, heldur að sé ekki einhver til í þetta í sókninni? Jú, alveg pottþétt. Betur en lásum Við neitum að láta bjóða okkur hvað sem Því þrátt fyrir allt þá erum við íslenskir karlmenn Því fer sem fer Við stöndum saman Við snúum okkur saman Við stöndum saman Við snúum okkur saman Sumir á balsa Ég skil bara ekkert í þessu. Nei, ekki ég heldur. Ég meina, hafa þessi karlpungar engan húmor? Greinilega ekki. Nei, það er meira andskotans kjarkleysi líka. Típist fyrir tungnamenn að vera svona andskotans rólur. Já, og það á sérstaklega við menn í þessari sól. Eintóm samansafn af litum og aumingjum. Því er sko samanlega. Það er ekki verið neitt mál fyrir þau út í hreppa að finna eitthvað nýtt. Og ertu búin að spyrja alla? Já, ég er búin að fara út um allt. Var að telja upp fyrir það. Eitthvað sem þér þetta er í hug. Bíddu, það gæti verið möguleiki í stöðinni. Finnst þér ekki allt og feitur að aftan?
Pörunin tókst. Já, við erum ótrúlega ánægð. Finnst það ekki? Heyrðu, og svo var ég að sjá Drago's Light og verður að tjekka það. Kallinn og kjammana, mér sama hvernig ég fer heim, bara ef að þorrablótið fer með þeim. Sækjum síðan krakkana, finn svo einn auka krakka, eftir 4 barna þessum ekki hef, svo ég varð að taka þau með mér. Hálka og klaki, ég mun pottið fara í baki þó að bílinn muni naga nokkur hross utan úr haga. Eiga góða Facebook stund, hlaupa bretti og í sund, því að vikan á enda, ætla kúna burt að senda. Svona helgi, fer á framboðsfund og matstöðum með nokkrum völdum fagmönnum og nokkrum félögum. Lamb og grilli, allir í góðu chilli, sigur vilji, gott kvöld á baki og allir fá Nils á baki. Þunni hittir hríslurnar í kantinum á kvöldi með Elínborg og traktornum. Keyrum syður í reykina með Evu, Hillu, krakkana. Þorra miðar röðin komin í kílómetrin. Er leikskólinn að mikla já, á grunnskólan að fylla þá. Er fólkast orðin niðri við sundlaugina, er bergkótt eitthvað að virka. Rusli mínu hendi hér, óþekktur sem betur fer. Það vantar líka klósett hér á nágranna sem betur fer. En þarna býr svo hnífakall, leist ekki á það skeit í dall. Ræð svo bara vinnukall, skilan eftir meðsindall. Búinn að njóta sveitarinnar, keyri bíl í boði hennar. Í hvera brekku lét mig mana, nú þarf ég að sanda